María Pétursdóttir. Hvaða flokk ertu í? Ég í Sósíalistaflokk Íslands. Það búið að lofa okkur því að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlað fólk. Það átti að lögfesta samninginn árið 2019. Hversu lengi þurfum við að bíða í viðbót? Af hverju málefni fatlaðra alltaf sett á bið? Já, ég get algjörlega tekið undir með þér þarna. Bæði af hverju ekki búið að afgreiða þetta á þinginu. Við erum náttúrulega ekki búin að sitja á Alþingi, Sósíalistaflokkurinn. Við erum að bjóða fram núna í fyrsta skipti. Þannig að við bara spyrjum að þessu sama og af hverju ekki búið að samþykkja samninginn. Svo ég líka að vinna hjá Öryrkjabandalaginu, þannig að þar hefur þessi spurning líka verið mjög hávær. Þannig að ég bara tek undir með þér þarna, af hverju ekki búið að samþykkja þetta. Mun þinn flokkur beita sér fyrir því að stofna mannréttindastofnun? Ég spurði hana Þuríði Hörpu, formann Öryrkjabandalagsins, að þessu með mannréttindastofnunina, hvort að það væri raunverulega eitthvað skilyrði fyrir því að þingið myndi lögfesta samninginn, og hún sagði bara að það væri það ekki. Þetta væri bara einhvers konar þref og það væri bara verið að snúa út úr með því að tala um mannréttindastofnunina, en við hins vegar erum alveg með það á okkar stefnuskrá að stofna mannréttindastofnun líka og líka út af öðrum mannréttindamálum, af því að við viljum líka bara láta vakta hlutina og hafa eftirlit með hlutum, þannig að hér sé bara allt í lagi. Þess vegna viljum við stofna mannréttindaskrifstofuna en ekki kannski út af þessu máli endilega. Hvernig ætlar þinn flokkur að reyna að auka möguleika og búa til tækifæri fatlaðra til að vinna á almennilegum vinnumarkaði? Ég held að við þurfum að gera ýmislegt til þess að auka störf fatlaðs fólks á vinnumarkaði, og við þurfum að breyta eða taka í burtu skerðingarnar á örorkubótunum, þannig að fatlað fólk geti unnið án þess að lenda í bara einhverju rugli með peningamálin sín og þurfum að borga tilbaka hjá Tryggingastofnun og eitthvað svoleiðis. Þannig að við þurfum að gera það, og svo þurfum við líka að skoða bara alls konar hluti. Eins og ég veit í Þýskalandi, þá það bara skylda hjá stórum fyrirtækjum að ákveðin prósenta af starfsfólki sem ráðið sé fatlað fólk. Þannig einhvern veginn hefur aukist, hvort það 1 af hverjum 9 eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það hægt að gera alls konar hluti til þess að auka. Hvernig myndi þið vilja bæta aðgengismál í samfélaginu? Það líka eitthvað sem að þarf að gera, og það líka, þar erum við bæði að tala um aðgengi náttúrulega fyrir fólk sem hreyfihamlað og fólk sem með einhver annars konar fötlun. Við þurfum að skoða bæði upplýsingar, að þær séu alltaf aðgengilegar, og við þurfum að skoða og sjá til þess að fatlað fólk geti til dæmis sótt styrki til að breyta húsnæðinu sínu ef það fatlast meira eða verður glímir allt í einu við fötlun, eða ef það fæðist barn í fjölskyldu sem fatlað. Í dag eru engir svoleiðis styrkir til, og þannig að við þurfum að koma þessu inn í kerfin okkar. Það engin spurning, og svo þurfum við að tryggja það að hér sé alltaf byggt samkvæmt reglugerð algilda hönnun. Þannig að það eru ýmsir aðgengisvíklar sem við þurfum bara að tryggja séu í lagi, sem að ekkert alveg í lagi. Hvernig ætlar þinn flokkur að auka
við fjölbreytni í námsmöguleikum fyrir fatlaða? Ég held að sko það vantar fleiri námsleiðir fyrir fatlað fólk, það er alveg hreinar línur og það vantar líka bara almennt jafnrétti til náms, hvað varðar til dæmis fólk sem eru á örorkubótum eða er að glíma með fötlun og ætlar að fara í eitthvað nám að það á ekki rétt á endilega skóla eða námslánum til að borga skólagjöldin sín og okkur finnst í rauninni bara allir eigi alltaf að geta stunda einhverja iðju, hvort sem það er vinna eða nám eða einhvers konar iðjuþjálfun eða iðja og það á bara að vera ókeypis fyrir fatlað fólk. Þannig að við þurfum líka bara að auka út allt land. Við þurfum að stofna fleiri svona öðruvísi skóla eins og lýðháskóla og við þurfum að auka verknám og iðnnám. Þannig að það séu bara fleiri möguleikar. Núna veit ég í háskólanum eru nokkrar námsleiðir og þær eru mjög einsleitar. Við þurfum bara að fjölga þessum úrræðum í gegnum menntamálaráðuneytið.